Kæru félagar, leið og ég þakka fráfarandi formanni fyrir hans störf í þágu flokksins og þjóðarinnar vil ég óska nýjum formanni Framsóknarflokksins til hamingju með kjörið. Hans bíður nú það erfiða verkefni að sameina flokksmenn svo við getum gengið sem ein heild héðan af þinginu og inn í kosningabaráttuna. Síðustu vikur hafa verið mjög erfiðar og eins og oft vill verða þegar einstaklingar takast á embætti þá eigum við það til að láta tilfinningarnar bera rökhyggjuna ofur liði. Það er því mjög eðlilegt að hér inni sé fólk sem finnur nú fyrir reiði og vonbrigðum. Annað væri óeðlilegt. Það væri líka eðlilegt að reyna að nýta sér tækifærið og láta kné fylgja kviði í kjöri varaformanns en eins og staðan er núna tel ég mikilvægara að leita sátta og reyna að sameina okkur öll undir fána Framsóknarflokksins. Það hefur ekki farið fram hjá neinum að hér hafa tvær fylkingar tekist á. Fulltrúi annað þeirra var kjörinn formaður og það er von minn með því að kjósa fulltrúa hinna fylkinganna sem varaformann getum við gengið samvinnu héðan út og barið sem ein heild fyrir framgangi samvinnustefnu Framsóknarflokksins í komandi kosningum. Ég hef því ákveðið að draga framboð mitt til varaformanns til baka og lýsa yfir eindregnum stuðningi við Lilju Dögg Alfreðsdóttur sem næsta varaformann Framsóknarflokksins.